hvernig við vorum að nýta færi, sérstaklega eftir að komast í 2-0. Þannig að það alltaf hættulegt þó að við hafum ráðið ferðinu allan tímana. Horn eða aukaspyrna, þá getur boltinn fallið illa fyrir okkur og þeir skori og þá ertu með leik. Staðinn fyrir að komast í 3-0 og þá var þetta að bæta við og þá er þetta allt öðruvísi. En svona heilt yfir er ég bara mjög sáttur við spilamennskuna því að þeir áttu raunir ekkert í leiknum, áttu ekkert skilið en við höfum spilað fleiri svoleiðis leiki hérna á þessum heimavelli þar sem við erum með boltann 60–70% og við erum að skapa okkur færi en erum samt ekki að fá neitt úr leiknum þannig að ég er sáttur að hafa skorað 2 mörk og haldið hreinu. Við sáum þína menn náttúrulega í síðasta leik detta alls svakalega niður í seinni hálfleik og mann fannst svona líka aðeins ekki þetta jafn mikið að Þróttarar hefur komist inn í leikinn í seinni. Tókst þú eftir því að þína menn hefur dottið örlítið niður eftir leikhlé? Nei, það tók ég ekki eftir. Mér fannst við vera með boltan allan tíman. Það getur vel verið þeirra að vera eitthvað aðeins hærra í einhvern smá tíma. Þeir voru aldrei með boltan. Það var mjög lítið. Það getur vel verið þeirra eitthvað aðeins meira heldur en það sem voru í fyrra hálfleikin. En mér fannst við ráða ferðin alveg frá A-tölu og þeir fá eitt færi í rauninni þar sem kemur upp úr horni. Þar sem við sköllum boltan frá og menn eru ekki vakandi, boltan kemur inn aftur og Björgvin skallar. Ég veit ekki nákvæmlega hvar hann stendur þegar hann skallar, hvort það sé mjög nálægt eða ekki. En það var eina færið þar í leiknum, svona hálfsins þannig að. En færið sem við vorum að klúðra eru á einhverjum öðrum skala og ég hefði orðið dýrvitlaust hefði ég staðið hér með 1 stig eða minna. Þannig að það er dýrt að klúðra svona dauðafæri sem vorum að gera. Þróttarar spiluðu alveg frá markmanni og mistu mikið boltan þeir fengu mörg færi í kjölfari. Var það eitthvað sem þið bjuggust við það? Já, það er eins að Þróttarar hafa verið að gera það. Þeir eru lið sem er að reyna að spila og það var vita fyrirfram og vildum leyfa þeim að spila út og setja á það pressu og reyna að vinna boltan þar og ég held að það gengi nokkuð vel bara í leiknum. Þið voru svolítið harðir á ykkur Þróttararnir í seinna hálfleiknum og fannst þér þetta full mikið, menn á spjaldi líka til dæmis að taka tæklingar sem að hefur kannski mátt verðskulda annað spjald, hvað varst þér? Ég held að við höfum fengið rauðspjald fyrir minna við í sumar. Við spilum á móti Þrótt, 2 gul spjöld þar í þeim leik, samanborið við þar sem var leyft hér, miklu minna, 2 gul spjöld á móti Víking, miklu minna heldur en þetta hérna. Þannig að þetta er línan hjá dómarunum. Ég ætla ekki að segja, en mér finnst bara ekki verið neitt samræmi, það er bara þannig. Þú náttúrulega 3 stig hérna, F-fáingarnir rétt ná meira sigurinn, þannig að það er ennþá 5 stig í toppinn, en svona líst þér vel á þetta, finnst þér vera líf í titilbaráttu þína manni? Ég held að við séum bara eins og staðan er í dag. Við ætlum að taka næsta leik, það er erfiður leikur, hvern einasta leikur er erfiður, það er KR úti og ef við vinnum hann, þá erum við náttúrulega konur í ágætis stöðu en þetta er fljótt að breytast. Það var fínt, ég meina Fjölnir sem var með 3 stig fyrir ofan okkur, við erum búin að jafna það og svo er leikur í kvöld og Stjörnuna móti KR og sjáum hvernig það fer. En lykilatriði er bara að hugsa okkur og einbeita okkur á okkur og það eru að ég held 7 leikir eftir og hellingastigum í pottinum. Þannig að lykilatriði bara að við séum með hausinn vel skrúfaðan á og söfnum mikið af stigum og svo sjáum við bara hvað það tekur okkur í enda móts. Þú tekur leikir svona í heild sinni, hvað var það smá stána? Ég bara raun og veru bara hvernig við nálguðumst leikinn frá upphafi til enda. Mér fannst við vera grimmari, mér fannst við vinna fyrsta og annan bolta, halda boltanum tiltölulega vel, skapa mikið af færum og skora 2 góð mörk og hefðum getað skora mun meira. Mér fannst við alltaf vera líklegir, þannig að það er margt jákvætt. Við erum með 2 breytingar í vörninni, Viktor spilaði mjög vel, Alfons spilaði mjög vel, þannig að bara mjög sáttu við það. Oft er erfitt að fá breytingar í vörninni en það var ekki að sjá á varnarleik liðsins að það hefur verið einhverjar breytingar. Takk fyrir þetta. Já. Þú byrjar leik síðan? Já, ég byrja þetta bara. Menn voru svekktir eftir síðasta leik en kátari núna í kvöld? Algjörlega. Við vildum koma sterkari tilbaka þessir bara ömurlegan leik síðast og við sýndum það í dag að við töfum ekki alltaf bara á móti svo köllu slagari liðum að þeir eru liðunum sem er fyrir aftan okkur. Þannig að þetta var mikilvægur sigur í dag og bara fínasta spilaði. Þið byrjaði þetta vel og það kannski setti tóninn? Algjörlega. Við erum að byrja vel í mörgum leikjum í sumar og það hefur oft komið lægð en við náðum að halda í dag og þá getum bætt okkur síðustu 20 mínútur að halda boltanum og svo framvegis en það er eitthvað sem er hægt að bæta í okkar leik og við þurfum að vera meira professional í því. Varstu smeykur, þeir voru í 2-0 og voru að fá fullt af færum svo svona Þróttararnir sína aðeins klærnar í seinni hálfleik. Varstu hræddur að þetta gæti dottið niður hjá okkur eins og síðast? Nei, ég var ekki smeykur það. Mér fannst við vera með leikinn undir kontról eiginlega allan tíman og það kemur svona smá, það er kannski örlítið leik en við erum bara það góðir að
við eigum ekki að fá okkur mark svona auðvitað. Þannig ég var ekki smeykur og mér fannst við spila þetta bara mjög fínt. Þú, Gísli og Andri voru allir með frábæra frammistöður á miðjunni. Finnst þér ekki verið að smetla saman betur og betur með hvernig leiknum? Algjörlega og bara frábært að vinna með þeim. Ég, Andri og Arþór í fyrra en núna er ég Gísli og Arþór og Gísli er búinn að koma alveg frábærlega inn í þetta og eftir hann var á láni hjá Víking Ó þá kom auka kraftur og það er ekki leiðilegt að vera með svona sjúklega fljóta og duglega gæja fyrir fram með sig. Það gerir mína vinnu auðveldari og vonandi gerir ég þeirra vinnu auðveldari og þannig lyftum við hvort öðrum upp og verðum betri. Þurfum aðeins að staldra við þetta aukaspyrnumark hjá þér. Það var ekki leiðilegt? Nei, það er aldrei leiðilegt að hitta svona. En þannig að ég sá að Arnardari var svolítið miðsvæðis og það er bara fyrir að segja, það er eiginlega ekki hægt að fá hana bolta til að droppa. Þessi selboltar með nægboltinu fyrir, þeir droppa bara ekki, þeir fljúa bara beint upp allan tíman og ég ákvað bara, eins og þið hefur kannski séð, það eru flest aukaspyrnu mörk í sumar eru í markmannsvöldinni og ég ákvað bara að setja hann þar og það fór svolítið vel upp í samanæri sem var mjög gott. Varstu leiður eins og væri að fara að setja hann hana? Já, ég vissi allir tíman, ég sagði Daniel að ég var að fara að setja hann og hann leiði með það og það var eins og var. Myndirðu segja að það verið ekstra peppaður í næstu aukaspyrnu eftir að 50 metrunum núna? Já, ég sagði við Daniel að nú mætti ég gera meira og skjóta hann á 40 metrun og ég hugsaði bara why not og kóngurinn í markinu hinum meginn sagði mér bara að skjóta og maður hlustar á reynsluboltinn talar, þannig ég hugsaði bara why not. Ég er fullur sjálfstraust og bara hamri svo markið. Viktor Örn Margeirsson, hversu gott er að geta haft svona góðan hafsend á bekknum? Það er þetta geðveikt og hann er auðvitað bara mjög pirraður í sumar að hafa ekki spilað neitt og skiljanlega, ég skil hann bara 100% að hann er ruglgóður í fótbolta og hann er líka góður vinnur og með góðan talanda, fínn lítur, bara mjög góður lítur. Þannig það var frábært að fá hann og við erum með 3 klikka góða miðveri og bara geðveikt að vera með þetta bak á sig. Takk. 4 með Kára Ásar. Já, 4, ég glemdi því.